Komið sæl og velkomin í gullkastið á Kopp.is. Við erum að taka upp í boði Egils gull að sjálfsögðu. Þetta er léttöl sem við erum að unna með og auglýsa fyrir þá. En við erum að taka upp í, þetta er jafntefli á móti Bayern sem var í gær þegar þetta er tekið upp og allt opið í því einvíð ennþá. Við erum allir mjög káttir með það. Steini og Maggi, þið eru með mér á línunni. Við erum, eins og við segir, þetta er allt lifandi ennþá hjá okkur. Algjörlega. Já, þetta er ekki drauma úrslitin en engu að síður að þetta getur verið svo miklu vera. Halda hreinu, það var risastórt. Nákvæmlega. Við stefnum á að fara til Þýskalands og við vildum bara hafa þetta einvíð lifandi, þannig að það er ágætt. Við ætlum aðeins að byrja, ég ætla bara rétt að koma að þetta í byrjun. Fyrst að við erum að tala um partí framöndan, þá er ásamt til Liverpool-klúbbsins, þeir eru farnir að leggja loka hönd á hana, þeir eru komnir gestir og það er ekki með þess að opna núna helgina og hvernig er þetta Steini? Þú ert okkar maður með samböndin í klúbbinu. Já, það verður ekki skrifað ennir gúmmítjakkar hjá Liverpool-klúbbnum í ár. Þetta verður alveg glerharðir tjakkar. Meistari Vladís Mítsjar og frandið hans Patrik Berger. Það verður ekki neitt klór. Nei, mér skilst að þeir ætli að fara að byrja að selja núna miða á föstudaginn. Þetta verður mikil hátíð og þeir sem hafa farið á þessar hátíður undanfarin ár vita að þetta er alveg stórkostlega skemmtilegt. Og að sjálfsögðu mun Kopp.is gengið fjölmenn á hátíðina. Ég held að þeir byrji núna að selja 10 manna borð saman á föstudaginn og síðan farið þetta í almenna sölu einhvern tímann næstu viku en við allavega hvetjum menn til að taka daginn frá. Þetta er semst 7. apríl sem að þetta er að fara fram, þessi mikla hátíð. Þetta er líka svolítið ef ekki á þessu tímabili þá hvenær stemmingin er svolítið núna Algjörlega. Já. Og það er bara Steini svo sem hefur hitt Smíser og getur sagt mér ég varð fyrir þeirra óvæntu ánægju þegar við Steini vorum degi og lengi í Liverpool núna fyrir 1,5 ári með hóp að vera vafra á bryggjunni og hitti þarna mann sem ég ætla bara að fá að taka mynd af sem að gaf sér alveg hálftíma í að spjalla við mig fótbolta sem var Patrik Berger og hann virkaði einstaklega ljúfur og greinilega mikið inn í málum félagsins var búin að vera mikið á vellinum og bara satt hann bara að spjalla við okkur og tala heilmikið um íslenska fótbolta og virkaði bara eðalmaður og allan hátt þannig að Þeir eru heilmikið að starfa fyrir klubbi núna ekki líka bara þeir fara til Bandaríkjanna í þessar ferðir og okkar svoleiðis pælingar. Það er báðir mjög öflugir í þessum Old Boys fótboltaliðum, þeir eru í flestum þessum leikjum þar og virðast bara vera heilmikið og Berger hefur verið mjög duglegur þar að fara á völlinn og bara halda tengingu við félagið. Alveg bara talaði náttúrulega ekkert nema vel um borgina og klúbbinn og allt það, þannig að þetta verður bara mjög gaman og Steini hefur nú sagt okkur sögur af því að Smísar sé ekki leiðilegur maður, þannig að getur kannski bætt eitthvað í þann svarpinn. Það er mesti meistari sem ég hef hitt af öllum leikmönnum fyrir og síðan og hef ég búin að hitta það á ansi marga. Þetta er algjör eðaldrengur og ekki var nú leiðileg síðasta spyrna hans fyrir Liverpool og síðan tíma. Heldur betur. Þannig að það er bara, þetta er algjör meistari og bara eins og segja af öllum, af mörgum ólöstuðum og þá er þetta er svona besti leikmaðurinn að tala við Þetta er og hann hefur ýmislegt að segja við treystum á það við fáum að heyra eitthvað um Istanbul og hálfleikinn og þetta partí eftir leik og svona þetta er náttúrulega þú toppar ekkert endin á ferlinum við fattum við Smísir að bæði skori leiknum og í víti og bara kveðja klúbbinn þannig það verður mjög gaman Berger líka í maður rétt, hann er 2002 tímabilið ekki, hann er ennþá hjá okkur þá. Jú. Þetta er svolítið svona magna Berger er svona í minningunni einhvern veginn meiri leikmaður, svona var stærri leikmaður fyrir Liverpool en ég held að það sem hinn gerði í síðasta leiknum sínum er náttúrulega bara svo uník og stórkostlegt að í mínum huga verður hann alltaf hann á toppnum í sögunni.
Þetta er bara svipað eins og Ríki alltaf að fá núna allir einhverju gef frá Anfield Rafa var alltaf 9-10 og það skora ekki með Everton. Þetta 7. apríl, þetta í miðbænum sýndist mér að þessu sinni sem bara betra, þannig að þetta verður gott partí. Við setjum þetta á síðunni okkur og komum betur inn á þetta síðan Ingi Torfi og þeir eru með þetta að ég maður rétt og krakkarnir í klubnum. Herðu, við eins og segi, dagskráin dag náttúrulega þessi bæjarleikur og við skoðum náttúrulega næsta leik líka. Það rosalegt prógram núna og bara nokkurn veginn háspenna lífsetta og ég meina Steini, ef við skoðum þennan leik, ég meina ekki hægt að segja að við þurfum að bíða 3 vikur í viðbót til að meta hvort þetta voru góð úrslit eða ekki. Þetta var óvenjulegt með við tímabilið fyrr allavega í Evrópu. Já, þetta það sem maður var að óska sér í þessu var náttúrulega hefði maður vilja bara alveg rísa sigur og bara einvið búið. En næst á eftir sigrinum var óskin að halda hreinu. Þau eru svo dýr og vond þessi mörk sem menn að fá á sig, þessi útivallamörk. Þannig að þetta var svolítið það sem maður var svolítið hræddur við. Engin Virgil komnir í 4. og 5. kost í miðvarðarstöðunum. Trent að koma ekki búin að spila fullan leik síðan ég veit ekki hvenar. Þannig að það var margt varðandi vörnina sem maður var svolítið banginn við og þar af leiðandi var þetta ósk númer 2, það allavega að ná að halda hreinu. Því að það var eiginlega þetta Liverpoolið á alveg að geta sett mörk á þetta bæjarlið og ég bara samfærður það við eigum minni mörk á þá í seinni leiknum og þá telja þau 2-falt. Maggi, við gerum 0-0 jafntefli líka í 16 liða úrslitum síðast, bara hefur við röð, erum við ekki bara að horfa að svipa að reyndar, tölfræðinni, við alla leiki náttúrulega með Bayern og svo örugglega tölfræði Bayern og heimavöll örugglega með þeim, en hvernig ferðu til munn svona áður en þú ferð í loftið? Þetta alveg séns, ég myndi meta líkurnar okkar 25-30%, en það alveg séns. Og kannski byrja að tala um leik í gær, mér fannst í rauninni kannski allt og lítið gert í því hversu flottur fótboltaleikur þetta var. Þetta var að mínu viti alveg ótrúlega grimmur fótboltaleikur og stundum þegar menn taka 0-0 jafntefli það líta menn einhvern veginn á að hlutirnir hafi verið á einhverjum ákveðnum stað. En þarna var alveg ótrúlega margt skemmtilegt í gangi sem var bara óvanalegt. Það kom náttúrulega öllum óvart og ég var að ræða þetta fyrir þáttinn að þeir snillingar sem voru á BT Sport gerðu þess lítið úr Bayern München og hægt væri og ég gaman að því að eftir 20 mínútur lýsendurnir sem voru þarna 2 voru búin að tala svolítið um Bayern það sagði annar, Bayern hefur reyndar ekki tapað í síðustu 14 leikjum hvað það var það var bara, þeir voru ekki alveg kannski á þessum stað. Ég meina Bayern náttúrulega stóð varnarleik, ótrúlega agaðan varnarleik og svo kannski var maður að lesa sér það til í dagan alltaf Niko Kovacs náttúrulega var að tala við sitt fótboltalið í fyrra og það fótboltalið hétt Frankfurt og þeir lágu tilbaka og beittu skyndisóknum og ögunin í leiknum í gær var geggjuð. Þannig að varnarleikur Bayern var náttúrulega alveg upp á grilljón í þessum leik og það náttúrulega eitthvað sem hefur verið vesen hjá þeim í vetur þannig að hann, svo sem það þurfti ekki endilega að vera geimferða snillingur til þess að áttast á því að Róma og City voru teknir og drepnir á fyrsta hálftímanum á Anfield í fyrra og það var eitthvað sem hann alltaf greinilega ekki að lendi í og það var bara það plan hans gekk upp. Að því sögðu þá náttúrulega við alltaf klárlega að græða því að Jürgen Klopp hefur komið til Bayern áður og staðið sér bara nokkuð vel þannig að hann þekkir hvað hann að fara út í. Það sem kannski hræðir mann náttúrulega það hversu ótrúlega lélegir við höfum verið á útivöll í vetur. En leikplanið í gær fannst mér ganga flott upp og við skulum heldur ekkert gleyma því að mér fannst við skítrægir varnarlega fyrsta 20 mínútum með voru aðeins að stíga ölduna eftir að missa Virgil og við skulum ekkert heldur gleyma því að þegar Dejan Lovren og Joe Gomez voru heilir þá var Matip ekki einu sinni í hóp þannig að við vorum með klárlega þann sem að í haust var rankaður 4. hafsend og miðjumann í hafsendaparinu
og það var auðvitað bara dálítið magnaður árangur að halda hreinu og gera það á þann hátt sem að við gerðum, því að satt að segja þá var það þannig að þeir voru ekki í vaðandi færum bæjararnir, þó er kannski ekki sótt mikið, það sem kom á vörnina, það voru við að standa á okkur sem var mjög jákvætt. Það var líka eitthvað sem að við hefum getað gert betur, kannski tökum það eftir. Nákvæmlega, ég aðeins Steini áður en við förum í leikinn, sko, þetta var svolítið umræða til dæmis í hálfleik á BT-sport og víða kannski, og ég svona aðeins að velta fyrir mér, við náttúrulega virkuðum eins og Maggi segir og þú komst inn á Trent komið til smá fjarveru og Fabinho og Matip eftir 28. miðvarapari sem Klopp stýttir upp síðan og tók í Liverpool sem náttúrulega bara sturlað, en sko eins og núna þeir eru að koma frá fríið frá Marbella og einhverju smá æfingatímabili á Anfield, Melwood, þeir eru ekki búin að spila og þetta er annað skipta mjög stuttum tíma sem fáum það, ég meina Klopp eru ekki að horfa svolítið að hann hafi náð núna allavega mesta síðan hann kom svona sínu jólafríi innan gæðsilappa og þá hvort að það kannski hafi aðeins dregið úr okkur tennurnar í gær en gefur kannski vonandi björnstinni til lengri tíma til því. Ég held ekki, ég reyndar skil ekki ennþá þetta Dubai ferðalag sko, gegnum einhverju tímabelti og jetlag og allt sem að því fylgir og mér fannst það frekar furðulegt sko, en þetta Marbella, ég held mér skildist að versta sjokki við þetta Marbella dæmi var að það var verra veður þar á Spáni heldur var á Englandi á meðan þeir voru þarna. Þetta menn hafa verið svolítið sjokkaðar yfir því, en nei, ég held ekki, ég held að Klopp hefur margoft sýnt það að hann þarf helst að vera á æfingasvæðinu með liðið, hann vill helst geta aðeins unnið í ákveðnum hlutum. Ég er ekkert viss að við hefum varið svona vel í þessum leik með þennan mannskap í vörninni ef að Klopp hefði ekki verið geta verið að setja þetta upp hægri vinstri á æfingasvæðinu í þennan tíma sem að þeir eru búin að vera hafa á milli þessara leikja. Ég er nokkuð viss að vörnin hefði virkað svona meira séki þótt hún hafi verið aðeins að hristast þarna í byrjun. En hann segir alveg ljóst eftir leik að Lovren var aldrei séns. Nei, og þeir eru búin að vera að æfa þetta skipulag allan tíman, það er alveg morgunljóst. En ég Bayern settu leikinn fínt upp og áttu ágætis varnarleik en það sýndi á sér á fína varnarleik og svona komu á óvart hversu varkárið þeir voru, en þetta var nú fyrst og fremst okkar klúður að hafa ekki sett á það mark. Ég meina Sadio Mane inn á markteig og engin á milli hans og marksins nema markvörðurinn og þessa bolta bara á að setja á markið, ef það er ekki dauða færi þá veit ég ekki hvað. Þannig að það var ekki öflugur varnarleikur sem að koma í veg fyrir að við skoruðum þar og nokkur önnur tilvik þar sem við vorum bara síðasta snerting eða síðasta sending hjá okkur var bara léleg, það bara vantaði aðeins upp á þarna svona endri söldu. Mér fannst það oft á tíðum við vera mjög nálægt í að spóla í gegnum þessa Bayern vörn, þannig að ég er nokkuð viss og við eigum að eiga mörkinni fyrir setja leikin og ég allavega vil meina að það sé aðeins meiri heldur en 25-35% líku fyrir okkur, ég held að sé mun meira og ef við fyrir að tala um tölfræðina og tala um þessi 0-0 leikir og allt það, ég veit ekki betur en að Liverpool hefur alltaf unnið stórt útileiki í Evrópu þar sem við þrýrum á vellinum. Það er hárrétt. En það sem ég kannski meina Steini, það að fá eitt færi á móti liði í 90 mínútur, það sýnir það að liðið hafi náð góðum varnarleik og Klopp var alveg brjálaður eftir leikinn að Kovac sagði að hann ekki verið meistaradeildarleikur og eitthvað svoleiðis, þannig að hann klárlega komst undir skinnið á Klopp með það að hann lagði leikinn allt öðru uppheldur við allir reknum með. Ég meina það að David Alaba hafi ekki farið nema 4 sinnum yfir miðjuna í leiknum var held ég alveg ákveðið upplegg. Ég er alveg sammála því að Mane átt að skora þessu færi en að öðru leyti þá vorum við nú ekki að fara svo glatt í gegnum þá auðvitað höfum við kannski verið nálægt í, þá var það líka munurinn á
góðum varnarmönnum og slöku varnarmönnum, sko. En heldur hann hafi komið eitthvað óvart? Ég var ekkert sérstaklega hissa að þeir hafi bakkað, sko. Jú, það kom mér óvart. Það kom mér óvart hversu ótrúlega mikið þeir vörðust. Þeir vörðust á 7 leikmönnum allan leikinn. James Rodríguez var 7. varnarmaður. Þeir létu franska Kingsley Coman og Gnabry sækja á vörðinu okkar, enda Gnabry var mjög góður og við magnaði að Arsenal hafi gefið þennan strák fyrir einhverjar 2 milljónir pund til Werder Bremen fyrir 2 árum. Að öðru leyti þá voru þeir bara verjast á 7 mönnum, þannig að jú, það kom mér óvart að þeir skildu leggja leikinn þannig upp einhvern veginn og að þeir, og það við getum líka sagt það að það klárlega eitthvað sem að segir þetta bara hverslega status við erum konum með. Að Bayern München, sem að nú ekki með virðingu fyrir Leicester eða Watford, að þeir komi á Anfield til þess að verjast á 7 leikmönnum. Það þetta bara eitthvað sem kom mér óvart og allavega reyndar ég ætla ekki að segja að það hafi verið skörpustu hnífarnir í skúfunni þarna nema Luis Oca Garcia hjá BT, þar sem við vorum búin að tala það að Bayern væri búin að leka mörkum og þeir væri suspekt varnarlega og töluðum við það að ef það var eitthvað skynsemi þá myndu við bara leggja línunni sín aftarlega, Hummels og Súlið þarna sem 8,40 á hæð þarna hafsendin með Hummels, að þeir voru bara á depóanum í leiknum, þeir lágu bara mjög aftarlega með línuna, þannig að við vorum ekkert að koma svo glatt á bakið og alveg sammála Steinar samt að svo þegar við svona fengum sjensa, Robertson ólíkur sjálfum sér í fyrirleik að negla boltanum í innkast í ágætis upplaupum og var það Keita sem hafi átt í sendinguna svona nærri því á Robertson, við vorum svona kannski nálægt í, en svona heilt yfir fannst mér Bayern standa þetta vel af sér og þeir náttúrulega þeir leystu pressun okkar ótrúlega vel, voru að ná að spila boltanum 7-8 sinni sín á milli, þannig að þetta var bara flott Bayern-lið á Anfield og ég bara, líkurnar 25-30, þú veist aldrei alveg hvað gerist með Liverpool, þeir fóru til Belgrad og gátt ekki neitt, þegar við vorum saman úti þá vorum við ekki reknað með 5-0 seri, þannig að þetta lið á einhvern veginn bara allt í sér og ég held að Bayern hlýtur að koma ofar á völlin, þeir munu ekki sætta sig við það, held ég heimamennir að þeir standi aftur svona leik og þá auðvitað eru sénsarnir því að það alveg þannig að þeir Hummels og Súli eru hægir og það þannig að miðjan þeirra í Thiago og Martínez líka hæg, þannig að það eru auðvitað möguleikarnir sem við höfum, en það að fara á Allianz Arena, ég hef ekki verið á þessum vellum, ég skilst að sé alveg geggjuð stemming þarna á meistaradeild klart mál að Liverpool fekk ákveðinn innblástur frá vellinum í gær til að byrja með þó að völlurinn hafi kannski þagnaði seinni, þá það alveg stórt skref að fara þarna upp í því að það náttúrulega annað sem sást dálítið gaman að sjá það eftir leik og að klappa vellinum, þetta náttúrulega lið þó þetta sé ekki sama Bayern-lið fyrir 5-6 árum, þá þetta gaurar sem eru bara með endalausar reynslu af því að vera á þessum stað, þegar Bayern féll síðast út í 16. úrslit 2010, þannig að síðustu 8 árin eru búin að komast í undanúrslit og úrslit held ég 7 af síðustu 8 árum, þannig að þarna er þetta bara reynsla í félaginu, reynsla í leikmönnunum, þannig að við erum bara að fara á alveg svakalega, skemmtilega slóðir og bara enn eitt, þetta svona enn eitt svona challenge fyrir klúbbin okkar því að með virðingu fyrir Porto og Róma og þá kannski sitt í þetta lið sem við þurftum að kljást við í fyrra sem risalið, nú fáum við bara risalið og erum ekki endilega glaðum úrslitin, þetta heldur engin katastrófa komið góðu og þetta 0-0, þannig að það verður bara ógeðslega gaman að sjá hvernig þeir standa af sér, næstu leikir, það fyrir utan með virðingu fyrir Watford, þá eru næstu leikir United, Everton og Bayern úti, þannig að það eru geggju verkefni og það var það sem allir Henderson sagði, þetta viðtali fyrir leik í gær, það væri einföldun að tala að þetta frí hefði verið út á Bayern-leiknum og Manchester-leiknum, það var bara verið að fara í gegnum tímabilið, þannig að þetta 10 daga stopp og þessi spánarferð bara vonandi að hjálpa þeim við næstu 6, 8, 10 vikur frekar heldur en bara nákvæmlega þennan leik þó það sé alveg augljóst að þeirra við þurfum að vinna hann aðeins í gær og bara eitt af því sem ég fannst geggjast, þetta var að mínu viti, þá var þetta besta frammistaða miðju tríósins okkar í langan tíma og kannski bara í allan vetur, mér fannst miðjan hjá okkur algjörlega frábær og í rauninni bara ferlegt að við hefum ekki náð að tengja í báðar áttir þangað, þeir unnu, bara að horfa á tölfræði við unna bolta, sendingarhlutfall, voru bara virkilega flottir, þannig að seinnileiknum verið sannfærður að Fabinho verið komin, það er bara gaman að sjá hverjir verða þar, það eitt af því sem ég hlakka líka til að sjá, að mann eins og Fabinho sem er mest direkt að þeim verið komin inn á miðjuna, því það var kannski það eina sem við naldum og Hendon ekki að gera, en fullt af möguleikum.
Tökum þetta, þú komin sko langt fram í dagskrána hjá mér. Ég er bara Sorry. Slökku á þessu. Steini, aðeins fara til Bayern og klárum það, ég meina þeir eru búin að síðustu 3 leikir á móti ensku liði, það voru þessir árlegu leikir á móti Arsenal, og það er ekki það langt síðan að þeir leikir voru og þeir unnu síðustu 3-5 og það er engin virðing og ég meina öll umræðan fyrir þennan leik og allt það var hvað er rauninni að Liverpool var mikið favourite, svo það kannski snýst núna en ég meina þetta er rauninni eins og við sögðum þetta City kom á Anfield, það er rosalegur virðing sem hefur verið að sýna Liverpool með leikplani og Bayern í seinni hálfleik voru fattir að tefja bara mjög snemma í seinni hálfleik sko, og rauninni bara viðurkenna það og eru stoltir að þetta leik sko. Já, það er í rauninni bara sýnir þetta bara hversu langt þetta lið er komið bara í þessari þróun, bara í fyrra þá í þessari Evrópuvegferða þá vorum við að slá þessi lið köld, bara menn vissu allar hvaðan á sig stóð veðrið, á meðan núna á vita þeir af þessari hættu, þú bara veist að Liverpool getur refsað alveg grimmilega, þetta er bara alveg eins og þessi lið Barcelona City og mótherjarnir eru fyrst og fremst að reyna svona takmarka, ég ætla ekki að segja takmarka skaðan en allavega að koma vera það þéttir að það sé ekki einfalt mára að breyka þá og það að lið eins og Manchester City og Bayern séu farnir að spila þessa slíka taktík á Anfield segir bara nákvæmlega hvert þetta liði komið þetta Klopp. Nákvæmlega, ég líka eins og komaði sinna á þann að ég meina þetta hrun eins og við varum að tala fyrir leik, það er nú verulega ofmetið, þú veist þeir eru vissulega ekki búin að rústa deildinni en það er ekkert eins og þeir hafa átt eitthvað harigiri ár núna. Nei, er þeir ekki komnir geta verið 3 stigum á eftir Dortmund núna, ég meina það vita allir hvernig þetta þýska tímabil að fara að enda, Bayern að fara að ná í þess að dollu sín eins og vanalega og þetta svo kallega hrun, þeir bara málið er í þessum deildum þar sem að það er bara 1 til 2 lið sem að er að dóminara og spurning bara hvort að vinnur og síðan á Ítalíu og í Þýskalandi þar sem að þá snýst þetta meirum bara með hversu miklu mun þessi lið að hvenar þau vinna titilinn á vorin að það er stórlega orðum aukið að tala hrun hjá þessum liðum. Þetta er ennþá verulega vel skipað lið og með heimsklassa menn í öllu stöðum, þannig að ég blæs bara svoleiðis og bara mér fannst bara magnað hversu mikið var hægt að tala, hversu mikið náðu að láta tala sig niður Bayern fyrir hennar. Já, það er svolítið pirrandi þetta svona vinnaleg frekar geggja með þeim og þetta var akkurat ekki lið sem ég vildi láta tala niður, eitthvað langbesta lið Þýskaland sko. Þeir eru ríkari heldur en öll hin liðin heldur samanlagt sko. En er einhver að kaupa þetta? Ég meina þegar þú bullar eitthvað út í loftið bara, þá hljóta menn að segja bara nei, þessi er að djóka, það hlýtur bara að vera. Bara hver í þessum heimi vill meina það að Bayern München sé ekki einn af risum Evrópu eins og staðan er þetta. Nákvæmlega, og þeir eru ekkert að fara í bráð, það er alveg ljóst, en Maggi, ég aðeins varandi okkar lið að snúm okkur aðeins að þeim, þú veist, þetta er ekki bara þessum leika, það er búið að vera undanfærið og vonandi erum við að sjá ykkur jákvæðri teikn núna, en ég menn það er orðið áhyggjefni hvað Liverpool treystir orðið, mér finnst bara nánast í eingöngu á þessa fremstu 3, hvað var það mörk, ég sé allt og lítið frá hinnu. Sammála því, það er alveg hárrétt, og það er kannski það sem er kannski mótsögninni því að mér fannst miðjan virka ótrúlega flott, þá meina ég svona þessari vinnu með að vinna boltan og koma nú framar á eitthvað, því þá auðvitað þurfum að fara að fá mörk þaðan, það er alveg augljóst mál og í rauninni líka bara settpísatriði og svona við eigum að eitthvað fá meir út úr þessu, þú veist ef við ætlum að ná þangað sem við viljum ná, þá er það bara þannig að við þurfum að vera tilbúinir að grípa þegar við erum ekki að ná að láta þess að markavélar þarna frammi skora og þeir kannski einmitt Mane náttúrulega klárlega fékk bestu færin í gær eiginlega,
Sala fekk einn skalla í fyrirháleik. Gleymir þetta líka Matip sem var afleitur þegar hann markir. Hann ekki fram mér það var alltaf hræðilegt að hann fengi þarna þetta færi fyrirháleik og svo skotið á við débónum sem fór þarna í blokk 302 í kostungunni í seinna leik. Það var ekki alveg, mér fannst ekki sanngjarnt. Hann alveg eins og fálir að koma sér í færi en það voru guðminn almáttur. Nákvæmlega. En það alveg sammála því og það auðvitað bara eitthvað sem við kannski bara skrefið sem Keita á eftir því að Keita náttúrulega klárlega komin að stað, það alveg augljóst og mér fannst hann eiga flottan leik að mörgu leyti í gær, óöppin kannski með sendingar þarna sem hefði getið orðið stóðsendingar og skotin sem að varnarvendir hendi sér fyrir. En við verðum að fá fleiri mörk frá miðjunni og það svo sem reyndar, við getum hort á það, Wijnaldum skorar náttúrulega mjög flott mark hérna í móti Bournemouth nýlega og bara vonandi það bara eitthvað sæna því sem þarf að koma en við þurfum klárlega að fara þar því að það var alltaf eitt af þess að sást í gær einmitt að Alaba og Kimmich sem eru sóknarbakverðir upplægi, Bayern hefur notað þá sem sóknarbakverðir, ég man ekki hvað er búin að skora í síðustu 2 ár, það var að tala þarna upp. Þeir voru bara hafðir niðri til þess að loka á þessa 3 sóknarmenn okkar og þá verðum við svolítið að fá ógnina frá miðjunni og það bara, ég held að það hefur verið eitt af verkefnum Spánarferðarinnar að vinna í gegnum einhverja svoleiðisluti því að ég held að þegar maður fer þarna í svona ferðir á miðju ári þá sé maður að fara að vinna í einhverjum veikleikum sem maður vilji ná úr og ég gerir mér vonur að við séu svona fyrstu merkið þessi gær. Nákvæmlega, þetta aðeins ég gleymdi var þessar ferðir, það bara, þetta eru 21 dagar sem fóru þarna í af meðsla tímabili Gómez og Lovren til dæmis, það eitthvað sem við getum eiginlega ekki beðið mikið lengur eftir en það ágætt líka út af því að sko var þessa miðjusteini þá líka Shaqiri þarf að koma inn aftur, við erum búin að núna eftir áramót hefur hann bara horfið og mér finnst til að brettin hafa minnkað eftir þess að líður á tímabili út af því að Origi og Störrið það er alltaf leikist tímabili frá því að þeir gera eitthvað sem að skipti máli, sko. Hvað þá Lalla annar? Já, ég held að sé svona, við höfum náð alveg ótrúlega að vinna okkur út úr þessu dæmi með vörnina. Við meinum bara í þessum leik á móti þessu risa liði að halda hreinu, við erum náttúrulega bara meira en að segja það þegar það vantar svona mikið í vörnina. En ég held að það sé langmesti skorturinn á einhverju framá, sérstaklega núna eftir að það slöknaði alveg á Shaqiri. Þá hann allan var að koma inn á bekknum og hann var að breyta leikjum og hann var að koma með mörkin í þetta Sturridge gerði það með í upphafi tímabils og náttúrulega Origi það náttúrulega við hallmæli honum ekkert eftir þetta Everton mark en það vantar einhverja breytingu og bara eins og við höfum margoft komið inn á í þessum podcastum að munurinn á okkur og City er að henda þarna mönnum inn á sem eru á bekknum sem eru eins og Gabriel Jesus og Riyad Mahrez og stundum er það Sane og stundum er það Sterling þannig að þarna eru svona, já, við erum með rauninni ágætisbreytt en eins og staðan núna þá er bara slökkt á öllum kertum hjá þessum sem eiga að vera framalega á vellinum til að koma inn og breyta leikinn og það finnst mér miklu alvarlegra mál heldur en vörnin rauninni, við erum að standa okkur alveg ótrúlega í að kofara hana. Er ekki að horfa það svolítið þannig Steini, ég veit ekki hvort ég hafa lesið mjög gott viðtal við Pep Linders núna fyrir þennan leik og þar er sérstaklega verið að taka Fabinho og hafa mikilvægt að gera breytingar á miðjunni eftir síðasta tímabil að þeirra mati og hann er að standa undir öllu þeim væntingum og þannig þannig upp þetta viðtal hvort þetta var á official síðunni, ég man það ekki alveg en ég meina, mér finnst þó að miðjan hafi staðið sér vel í gær og kannski gaf líka Bayern eftir svæði sem að við máttum alveg vera með boltana á, ég veit það ekki, en mér finnst við, sko, hræðilegt þegar Fabinho spilar í vörninni út af því að það kostar svo svakalega og þá er ekki síst sóknarlega á miðjunni, sko, ég held sveimið þá líka, ég veit ekki hvort þú sammála, ég held að Fabinho, ég myndi flokka sér 3. besta miðvörðun okkar, þó að ég búin að spila 3 leiki núna. Já, 4. besta miðvörðun, en Jú, alveg klárlega og í rauninni finnst manni það besta við að vera kofera vörnina með honum er ekki það að hann sé slakur miðvörður, heldur er að við erum að draga svolítið úr svona styrkleik okkur á miðjunni. Það sem að bjargaði leiknum í gær og gerði það verkum að miðjan var verulega
að mínu dómi impressive náttúrulega Jordan Henderson átti náttúrulega bara afburða dag, hann var bara frábær í þessum leik og bara reif þetta allt áfram og Naby Keita svo sannarlega að koma tilbaka, þannig að það var að því leit miðjan bara fínt út í gær og slapp til að með að við gátum notað Fabinho í vörðinu. En ég alveg sammála því, það bara, maður vill helst ekki sjá núna leiki hjá liðinu öðruvísin en að Fabinho sé inn á miðjunni. Það bara þannig, hann er bara það góður og hann að standa algjörlega undir væntingum eins Rólo og hann fór nú á stað. Það má kannski segja sem sko að ef að miðjan var að spila svona eins og í gær og Keita myndi kannski skora eitthvað mörk, að þá kannski bara líka getinlegt að eiga leiki þar sem að Fabinho og Van Dijk, þessi stóru turnar sem geta báðir borðið boltan, getur spilað saman á, það alveg frábært. Ég sammála Steina. Mér finnst þráttur að miðjan hafi verið frábær í gær og minna ég algjörlega sammála því að Henderson átti einn af sínum betri leikjum í treyjunni, að þá held ég að Fabinho verði inn á miðju og Alias í seinni leiknum. Ég held að það sé bara þannig. Hann kannski, og hann var nú meðal annars fenginn því hann skoraði svolítið af mörkum og ekki bara á vítum en líka með svona langskotum og á þeim stað og hefur svo sem skorað hornið, þannig að hann geti líka kannski bara farið að poppa með mörk. Það væri bara frábært. Já, það líka náttúrulega faktor. Hann hefur verið að skapa færi líka sem náttúrulega algjörlega risa faktor. Ég líka farin að hafa þungar ágjör að ég maggi hvort að þessi breytt í vörninni verður það sem að verður okkur að falli, ef það verður okkur eitthvað að falli, en ég meina þetta orðið, eins og ég sagði á hann, þetta 28. miðvarðarparið sem Klopp stillir upp síðan tók við Liverpool. Það ekkert sem hafi verið hjá Liverpool í 10 ár, sko. Þetta orðið með ólíkindum, sko. Það fáránlegt. Algjörlega fáránlegt. Ég bara sá þess að tölu þá bara held þetta væri bara ekki hægt á 3 árum. En það bara þannig og þetta auðvitað eitt af því sem að menn hljóta að adressa í sumar. Ég held að menn hljóti að horfa til þess að skipta einn eða bæta við einum og jafnvel bara 2 hafsendum inn í liðið því að það einhvern veginn ekkert að frétta af Gómez og Löfren var nú hann var ekki einu sinni settur í jakkafötina í gær á leiknum, satt þarna bara eins og Nordin í hans og Gretu bara og beðið eftir að geta gefið honum sætindi sko og virðist einhvern veginn ekkert vera allavega ekki helgina, það einhvern veginn með honum helgina heyrðist mér. Þannig að þá þetta nú að verða helviti löng seta í honum líka og það alltaf engin spurning að það alveg ferlegt að vera bara með 2 heila hafsenda með það sem við eigum að koma fram þetta því að Matip náttúrulega fínn leikmaður en hann ekki, mér fannst hann eiga pínlítið bras varnarlega hérna í byrjun sérstaklega en auðvitað skrifast það líka á það, þetta er þau verið að vinna alltaf með 9 mönnum. Þannig að ég ekkert endilega glaður með að hafa Matip í hafsendunum þó að það sé klárlega skásti kosturinn í dag held ég. Sérstaklega þessu leik í gær þeir komum frábærlega frá honum báðir sem slökktu gjörsamlega Lewandowski. Mér fannst þetta bakverður okkar báðir eiga með lakari leikir sem ég sé hann, sérstaklega Robertson, mér fannst hann alveg gjörsamlega týndur bæði fram á við og líka í brasi varnarlega en þú veist, og kannski skiljanlega það vantar Van Dijk, það vantar rosalega mikið í vörnina en hérna, þú veist, einn og einn leikur geta verið frábær en þetta kostar yfir langt tímabil og mögulega má tala eins og segja Fabinho í vörninni hafi kannski kostað okkur eitthvað fram á við, það ekki hægt að segja það núna en við erum með þetta eftir því sem líður á tímabili. Algjörlega klart, eins og segir sko, það í gær var miðjan frábær held ég og það sem við getum bara, við söknum kannski ekki endilega Fabinho þannig síðan á miðjunni, hann klárlega búinn að vera sá sem að hefur verið svona beittastur í því að ýta sóknarleiknum upp, ekki það ef Salah væri ekki alveg svona ofboðslega einfættur þá hefði nú sennilega allavega Henderson geta fengið hérna gullsendingu eftir einhverjar 4 mínútur hérna langa þar sem að kannski akkurat sendingar sem Fabinho hefur verið að senda þá það sem að við þurfum að einhvern veginn að fá að vera beittir fram á við og svo kannski annað sem að náttúrulega ennþá pínlítið pirrandi sem að ég stóð mig að þessu leiki gera pirrandi mig það var það að í svona leik séu að setja, við ætlum ekki að hallmála sammála því, en það er kannski pínu pirrandi að einhvern veginn að vera komnir á þann staðinn að Divock Origi sé að koma inn á til þess að skora sigurmark. Þetta fyrir mínu náttúrulega bara búinn og var náttúrulega lasinn þarna og æfði ekkert síðustu 2 dagana. En þú veist, það svona hugsa maður, ok, er það verið samt einhvern veginn,
Það einhvern veginn, mér finnst einhvern veginn einmitt þessu Steini sagðan, það svolítið öðruvísi þegar City getur hent sínum mönnum inn á eða þegar við þurfum að skora mark móti Bayern og við skellum Divock og Regina. Það var svona pínu líka sjokk að hugsa það ef að við lendum í því að einhver af þessum þremur fremstu meðast að það var Origi næstur. Mér finnst það líka svona vera eitthvað sem þarf að adressa í sumar. Mér fannst bara heilt yfir voru menn bara að eiga fína leik. Það voru alveg svo Einar kemur inn og mér fannst bakverðarnir okkar báðir alveg skelfilegir í þessum leik. Og eina sem ég er ósammála með að mér fannst af tveimur slæmum leikjum fannst mér bara Trent. Jú, hann átti ykkur að 2 rispur hann upp en hversu oft senda hann boltan beint í lappirnar á Bayernmönnum og hversu oft tók hann rangar ákvarðanir. Hann var alveg bara, hann var haugryðgaður. Gef honum aðeins að hann var ryðgar og mér fannst hann á móti miklu sterkari væng Bayern heldur Robertson. Já, mér fannst Gnabry krafturinn sem er í honum, mér finnst hann ekkit síðri, sko, en það er kannski hálf astanlegt að fara að metast um það hvor þeirra átti verið leik, sko. Já, nokkulega. Og ég meina þeir halda hreinu, það viljum ekki gleyma því heldur. Já, en klárlega voru slökustu mennir á vellinum, ásamt honum, frænd okkur honum, Sala. Hann er svolítið svona, það veldur manni smá hugarangri að því að sko núna erum við búin að vera að telja upp og við erum búin að vera að hrósa Bayern fyrir frábæra varnarleik en sendingin hjá Henderson á Sala þarna fram. Sala í formi bara klára svona færi eða skallin sem að fær þarna frýr á fjarstöng. Síðan hvernig haldið þetta hefði farið á síðast tímabil ef hann hefði fengið þessi færi. Þetta hefði steinlegið í netinu. Þannig að mér fannst við skapa okkur bara fullt af mjög fínum færum, sum hálffæri en þessi færi er engin hálffæri. Þetta eigum við bara að klára og með við hvað þeir gáfu með við hvað þessu dabran leik mér fannst Sala eiga að þá hef ég fulla trú á því að hann komi grimmur í næsta leik og setji mörk þá. Mér fannst reyndar eitt moment í leiknum, ég svolítið alveg sammála Steina, Sala getur gert betur. Það var samt eitt moment í leiknum þar sem að ég var ógeðslega svektur að Wijnaldum eiginlega steig inn í skotlínuna þegar hann sneri hann bara fyrir honum. Hann var sleit sér frá bakverðinum, var búin að komin í synkið sitt og komin fram hjá Hummels Hummels var geggjaður í leiknum og bara þá einhvern veginn bara, gat hann ekki skotið, þannig að það hefði þetta getað breytt mjög miklu og það svona sá maður svona það sem maður svona vill hafa hann innan fyrir en ég sammála því að í þessum færum fyrirleik átt hann að gera betur, þannig að við eigum hann bara inni og við vitum alveg það að ef við eigum að vinna í Allianz Arena þá verður náttúrulega stóra vonin þar verður svo að einmitt að Bayern og vörðin svona gleymi pínlítið hraðanum og honum og manni í skyndisóknunum, sko, því að það er auðvitað það sem að þeir kannski þurfa helst að fá, þeir þurfa að fá svæði fyrir aftan varnirnar og þá gera þeir eitthvað. Þannig við eigum hann inni. Nákvæmlega, við förum að vera hitta betur upp fyrir Bayern að sjálfsögðu fyrir þann leik, snúum okkur að hinu, fyrir Bayern-leikinn, þá var ég eiginlega meira stressaður fyrir Manchester United næstu helgi heldur en þessum Bayern-leik, hugurinn hefur verið mjög mikið á þessum. Ég held að þetta sé stærsti deildarleikur ásins það sem afur og verður þá mögulega bara deildarleikur ásins, við veitum ekki hvað gerist í framhaldinu en bara tökum að átasteini, ég meina leikja niðurinn hefur átt hellingum að segja og allt það en það er erfitt að neita fyrir að United hefur rauninni verið besta lið deildarinnar síðan að við spilum og síðast, þeir eru flinkir flesti allavega. Já, ég meina þeir skiptum stjóra strax eftir tapið á móti okkur og Var það síðasti leikur hjá hann? Var það leikur bara síðasti leikur? Já, það var síðasti leikur sem að Mourinho var stjórnvölinn, þannig að og nú fallega gert það. Já, þetta var eina slæma við sigur á móti United að Móri blessaða skildi hver á braut. Það var ég hefði viljað að það samband endist aðeins lengur, en það fær ekki allt sem maður vill. En það var eins og ykkur sagði, sko, við hefðum alveg kosið annar tíma á punkt að mæta Manchester United. Þeir eru bara í hörkugýr og allt þetta blaður og babl hjá United stuðningsmennum
Mourinho hafi ekki fengið að kaupa þennan og hinn og hópurinn sé svona og svona. Við skulum bara alveg átta okkur á því að þetta Manchester United lið er næst dýrasta lið deildarinnar. Ég held þessi dýrastir sko. Dýrastir, hvað það heldur. Þannig að það að þetta lið ætti að vera keppum eitthvað og eitthvað staðar í kringu 7. sæti er náttúrulega bara snar galið og sagði bara meira ástandið á þeim bænum með hann Mourinho blessaðan. Þannig að það ég tek alveg undir það. Ég var alveg merkilega lítið stressaður yfir þessum bæjarleik í gær. Það var bara, það einhvern veginn, þetta svolítið erfitt að lýsa þessu. En ég get alveg sagt þér það, ég verð með þumalinn að kafa upp í kjaftunum á mér og í læstri hliðarlegu þegar það fer að líða á helgina. Það alveg að træða því. Það aðeins nýtt fyrir okkur í þessari meistardeild að það ekki allt undir í þessum meistardeildaleikjum. Núna bara, þú veist, í rauninni það númer svolítið 2 eins og staðan núna allavega ennþá. Já, þá maður sé ekkert að svona, þetta eru 2 risakeppnir og maður vill ekkert vera að downgrade aðra fyrir hina en við vitum satt allir sem að styðjum, eða öll sem styðjum Liverpool að það 29 ár síðan við unnum The Holy Grail síðast og við höfum aldrei verið í svona baráttu á þessum tímapunkti eins og við erum núna og það þrátt fyrir þetta ofurlið Manchester City. Þannig að það ekkert skrítið þótt að sé svona smá fiðringur í okkur og þessi leikur náttúrulega á sunnudaginn. Ég bara ætla að segja það hér og nú að ef að Liverpool tapar þessum leik að þá ég svona svo gott sem búin að tilbúin að óska þeim til hamingju með titilinn City mínum. Ég á mjög erfitt með að sjá okkur snúaði við ef við töpum þessum leik því ég held að það verði bara mjög stórt og erfitt áfall aftur á móti ef við blessumst til að vinna þennan leik að þá ég alveg til í að fara að hugsa lengra og fara að gæla við þá hugsun að það sé farið að vera ansi nálægt í að við getum farið að gera okkur grillur titilinn. Jafntefli væri alls ekki vond úrslit. Það var ömurleg úrslit. Við bara hættum þessum helviti jafnteflum, vinnum hennar leik. Maggi, ef við tökum aðeins sko bara þetta run hjá Manchester eins og segja, ekkert allt stærstu leikirnir. Við tökum bikarkeppnina með 3 mjög flottir sigrar á útivelli en þú veist, þetta orðið hálfgerð niðurlæging fyrir Jose Mourinho eða þú getur fengið þjálfara frá Molde á láni og hann hefur þessi áhrif á allar þessar prímadonnur og stórstjörnur og allan anskotann þá bæði hlýtur þetta að vera orðið smá niðurlæging fyrir hann og ég meina er ekki Óli að verða búin að gera nóbráðan bara til að tryggja sér áframhaldandi sæti? Ég veit það ekki alveg. Það alveg klart mál að við ræddum með mitt eftir þetta var síðast. United með að mínu viti einn af 4-5 bestu fótboltamönnum í heimi í Paul Pogba og það hefur tekist að kveikja á honum. Það aftur á móti afskaplega svona fíbul hlutir og við sáum náttúrulega einmitt, hann náttúrulega kalla anginn átti hræðilegan dag á móti París og lét reka sig út að lokum, þannig að hann kannski ekki alveg komin á þann stað sem hann Solskjær fékk náttúrulega alveg frábæra flugbraut í leikjum, hann fyrstu 4 leikjunum sem að var alltaf reiknað við United kláraði, eftir það hefur hann náð flottum úrslitum og bara, mér finnst bara, ég hef ekki trú á því að þess að segja að með Ole Gunnar Solskjær farið Manchester United þangað sem að þeir voru, þannig að ég væri bara feginn að nýrði þarna ef þeir, eins og ég hef sagt við félagið mína, ef þeir eru glaðir með það að hann detti út meistaradeildin núna og þeir náði 4. sæti og sá árangur dýjunum í til þess að vera áfram, þá ég glaður. En á móti ekkert þetta, ég segi alveg sammála því, það ekkert að líta framhjá því að hann hefur þurft að fara í erfiða leiki í Tottenham í deildinni, Arsenal og skiptur endar þessi Chelsea leikur hafa verið, þannig að Chelsea hef ekki mætt til leiks á mándaginn. Sem með þessi United-mennir í vinnu minni, ég á ekki eða tímaði mínum í það, ég viðurkenni það, að þá bara hann að gera þetta fínt, en ég held ennþá að Ole Gunnar Solskjær verði ekki sá sem að íti Manchester United aftur á staðinn sem þið voru fyrir 5-6 árum, en á tvíleitinu til voni að hann verði bara ráðinn og haldi sig áfram á þessum slóðum, svona 4., 5., 7. sæti, það myndi gleða mig mjög. En að því sögðu,
þá ég alveg sammála Steini í því að þetta frá því að Mourinho hætti þá hefur allt annað momentum komið í þetta lið þeirra og við fáum verkefni sem að verður allt annað heldur en var á Anfield. Að því sögðu þá ennþá klárlega veikleikar Manchester United nákvæmlega þeir sömu svo veikleikarnir sem við ætlum að spila inn á Bayern því að varnarleikur Manchester United ekki orðinn góður. Hann bara það ekki og það sást nú svo sem ágætlega sem Pærisar leik að það eru stórar glufur í varnarleiknum þeirra sem hægt að sækja inn í og það verður auðvitað bara það sem við verðum að gera. Við auðvitað verðum að standa varnarlega á okkur en við verðum að koma á þá og pressa það hátt á völlin og sækja inn á þessa öftustu línu þeirra sem að mínu viti veikari heldur en okkar. Ef þú skoðar framlínuna miðjuna þá það allt annað mál en veiki hlekkur Manchester United varnarleikurinn ennþá þó að Solskjaer sé komin hann inn og það eru leikir þarna sem að markmaðurinn hefur bara bjargað í þannig að ég alveg ágætlega confident á það að við eigum bara að fara alveg með kassan upp í þessum leik og sjá hvað það tekur okkur og ég kannski ekki alveg sammála Steina því að við töpum endilega titlinum ef við töpum leiknum á sunnudaginn vegna þess að ég hef nú alveg trú að það séu svona einhverjar smá slaufur eftir en það þetta, við vitum það að allur heimurinn fyrir utan okkur held ég vilja við töpum þessu, ég held að sé bara þannig að það væri rosalegt próf að standast að fara Old Trafford og við skulum alveg átt okkur að því að Carrick sagði strax að bándaskvöldið að Twitter bara verið svona sunnudaginn að United að byggja upp í sinn stærsta leik og við vitum hvað staðan á okkur það þetta gríðarlega stórt svona test of character fyrir liðið okkar og það væri klárlega alveg ótrúlega mikil innspýting að standa hann af sér. Það auðvitað málið þannig að tap mun ekki gera út þetta held ég en það myndi kýla okkur svolítið í magan en jafntefli og sigur myndi náttúrulega klárlega verða svo innspýting sem að maður myndi halda að geti hjálpa mönnum við síðustu hjallana sko. Ég held að þetta sé svona bara sálfræðilega svona bara statementlega skiptir þetta bara höfuðmáli hvort að við töpum eða vinnum innan leik. Ef við vinnum hann, þá erum við að senda svo gríðarlega stórt signal þarna út í heim bara með því að taka það lið eins og við segjum sem er bara á besta rönninu í deildinni og klára þá á þessum krítíska tímapunkti þar sem að svona það svona byrja að byggjast upp þessi loka sprettur á móti því að tapa þessum leik væri við að sýna svolítið veikleikamerki að menn séu ekki að höndla pressu. Þetta risastórt próf, það bara þannig. Nákvæmlega, þetta verður hálfsmenn lífsætt. Við erum að sjá, eða ekki, það getur alltaf verið eitthvað mindgames en Lingard og Martial þeir voru ekki með í síðasta leik og sagðir vera meiddir, ég trúi þér nú þangað til að sé það en ég veit ekki hvað, þeir eru nóg mannskap en þetta eru tveir leikmenn sem hafa verið svona stórir faktorar í þessari endurkomu mannsstyrtildina, þetta ekki? Jú, mér finnst aðalega Martial, sko, ég einhvern veginn alltaf hræddur við hann, mér finnst hann alveg ótrúlega góður fótboltamaður, sá drengur, sko, og það var enn eitt undraverki hjá Mourinho, hvernig hann náði einhvern veginn að gera það verkum að hann leit út fyrir að hafa aldrei komið nálægt fótbolta. Þannig að Martial, ég myndi alveg þykja það að hann væri ekki í þessum leik. Lingard mér alveg saman, mér finnst hann stórlega ofmetinn leikmaður og þeir eiga betri leikmenn í hans stað en málið bara þetta United er bara vel skipað, fullt af góðum leikmönnum og töluvert breidd í þessu liði, þannig að bara verkefnið er stórt og það mun að mínu dómi mikið liggja undir varðandi framhaldið. Nákvæmlega Maggi að við skoðum að þetta Manchester liði, menn þeir töpuðu fyrir París á heimavelli og þeir voru á Neymar og Cavani, kannski gefur okkur vonandi eitthvað smá bit og ég meina við skoðum varnarlínu Manchester, það er ekki margir, það er enginn, held ég sem við myndum skipta á ef allir okkar eru heilir en sem náttúrulega ekki í raunin en Lindelof er orðinn fasta punktur og búinn að spila vel, Shaw held ég að sé líka orðinn svona fasta punktur.
ekki Young alltaf í liðinu og þeir eru orðnir fastir á miðjunni, Pogba, Matic og Herrera? Jú, ég held að það sé akkurat málið og þarna ef þú bara, sko, þarna eru það eru fullt af spurningamerkjum þarna. Ég er ekki sammála að Lindelöf sé endilega búinn að spila vel, hann hefur alveg móti París var áttan mjög erfitt. Lindelöf ennþá takmarkaður leikmaður í fótunum og það þarf að pressa hann. Young ekki mjög góður varnarmaður og ég held að Mane geti alveg verið að snúast þar. Þeir eru að spila. Ég meina sko, þessir þrír eru orðnir svona fasta punktur í þessu liði hjá honum, eða ekki? Já, sammála því, hann komin í 4-2-3-1 sem náttúrulega alveg leikari sem að býður upp á það að Pogba hefur fengið þarna algjörlega frjálsa rullu, hann þarf ekkert að verjast og bara færa teiknum sóknir sem hann mjög góður í. Það verður til dæmis gaman að sjá hvernig við reynum að countera þá hættu. París var svolítið bara að dekka hann út úr leiknum og enda með hann misti kúli kallangin, þannig að kannski sjáum við það til dæmis okkar mönnum á sunnudag, því að hann auðvitað lykillinn af sóknarleiknir. Ég held ég sé rétt, hann búinn að skora 5 mörk og 8 stoðsendingar síðan að Solskjaer tók við. 8 stoðsendingar yfir tímabili náttúrulega ansi gott, en að gera það einhverjum 11 leikjum náttúrulega ótrúlega sterkt. Hann höndlar illa mótlæti. Hann gerir það, ég sammála því og þú veist þannig ég sé okkur alveg til dæmis þurfa að bregðast við því bara með því að eins og París gerði, það var bara farið í hann og þeir bara frakkarnir sennilega þekkja sín heimamann betur en margir aðrir og þeir gerðu bara, þeir nútraliseruðu hann hægt og rólega, hann var farin að svekkja sig til hálftíma og pirraður til klukkutíma og lét rekast út á 87. Þannig að ég að kloppa að alveg sé það. Menna Matic og Herrera eru þetta fyrst og fremst varna sína í miðjum og Herrera hafa aðeins stíðu. Þannig að þú veist, og mér finnst Matic komin, hann orðið bara orðið 50 varnarmaðurinn sem að bara ekki endilega gott eða með miðjum, þannig að mér finnst alveg, þú veist, kannski verð ég bara að fá eggið á andlitið, mér finnst við ennþá vera bara með töluvert betra liðið Manchester United. Ég meina, ég horfði á Tottenham Manchester United sem var náttúrulega bara einsmanns sýning, sko. De Gea átti þar að mínu viti kannski eina 3 bestu markvarslu, sko, hvað sé ég, bara framistuðum bara sögunar. Ég meina, í seinni hálfleik Tottenham fóru svona 6 sinnum í gegnum það og ég held að possession var 79-21, var yfir 80 tímabili, sko. Þannig að þetta United-liðið ennþá þannig að við eigum alveg að vera með lið sem matchar illa á þessa svona hægu, þungu, líkamlega sterku leikmenn varnarlega. En veist, ég svolítið ósammála Steina við það sem að sko, það sem Lingard hefur sem að gæti orðið vesinn okkur megin sem að Martial hefur náttúrulega hinum með líka. Hann hefur hennan hraða og það eitthvað sem að þú veist, ef allir hvoruðir og þeir þurfa að fara að stilla upp sko Sanchez og Lukaku, þú veist, þá það allt annar hraði sem þarf að eiga við og þá ég líka bara nokkuð jákvæður. Þannig að ég alveg jákvæður fyrir þessum leik. Ég held að við séum bara betri og svolítið sammála Steini í því að þetta svona, ég bara mjög sammála honum kallinum, að þetta svona spurning svona sálfræðitestið. Eru menn tilbúnir, fara út á Old Trafford, þú veist, með kassan úti og bara sýna úr hverju menn eru gerðir. Þú veist, þetta bara svolítið það testið núna og það verður bara ógeðslega gaman að sjá hvað það verður. Ég er ekki stressaður við fótboltaliðið Manchester United, heldur kannski frekar aðstæðurnar sem eru uppi núna. Þetta var síðasti þessi lið spiluðu, þá var Manchester eins og segir rákunum stjóran í kjölfarið og mikilli lagðin. Þeir voru sterkir í þeim leika, þeir voru inni í þeim leika alveg þangað til á 70-50 mínútur eða maður rétt eitthvað svoleiðis og ég heldur að það var stilt upp einhvern 6 varnarmönnum allavega. Ég meina við til dæmis fögnum því núna að það er ágætt fyrir okkur að vera lausir við fella í til Kína þó hann hafi ekki alltaf verið að gera eitthvað rósara mót okkur en hann hefur verið pirrandi í gegnum árin bæði hjá Everton og Manchester. Þetta er sko, Manchester að sækja ætti ekki að vera hræðileg breyting fyrir Liverpool svona með hvernig Liverpool hefur gengið á móti þannig liðum. Maður hefur alltaf verið með bara skrekk þegar maður veit af þessu fella inn í gerpi á bekknum. Það er bara þannig að fá þennan turninn og byrja að reyna að negla í hausinn á honum inn í teg. Ég fæ bara hroll og ég er bara rosalega þakklátur fyrir það að hann skulle vera að fara náttúrulega til Kína. Ég held að þetta sé nákvæmlega sá staður sem maður vill hafa hann á eins fjarri manni og möguleiki á. Því það er ekki spilað á Suðurpólnum held ég, þá er bara Kína bara fínstaður fyrir hann og bara vera þar. Shit, þá er þetta farið af mér. En það er engu að síður að þá
þá þeir með hellingsbeitt og það sem að Óla blessuðum hefur ekki tekist frekar en Móra, hann með frábæra leikmann hann í Alexis Sanchez, en það virðist enginn geta dregið það fram úr að hann kunni eitthvað í fótbolta lengur. Það svolítið magnað. Steini, Lukaku hefur verið lítið í liðinu hjá hann núna. Ef segjum að Martial sé út og Lingard, ég menn ekki það alveg líklegt að Sanchez fái starti í þessum leik? Já, hann með nei, akkur ætti hann er búin að vera algjörlega týndur. Lukaku hefur þó allan að vera að setja ykkur mörk fyrir Óla Frandaðinn. Þó að hafa verið hérna í byrjun, þá var hann að koma inn og í leikjum, hann var að setja hann. Ég alveg handið sem að Lukaku verði hérna, ef að þessi tveir eru meiddir, þá verður þetta Lukaku og Rashford og það verður ekki Mata þá líka. Það væri bara galið að vera verðlauna þennan Sanchez-skött bara með einhverju. En það samt alveg ótrúlega hvað að fara mínútum hjá honum líka. Ég bara skilði það ekki. Menn hljóta bara að hafa trú á því að þessi frábæri fótboltamaður bara einhvern veginn bara vakna einn daginn og bara hei, já, svona gerði ég þetta. Ég meina, þetta svo óeðlilegt að maðurinn skuli hafa bara gleymt þessu, en reyndar, margur Arsenal maðurinn, hann segir nú að hann svona hafi framistað hans verið farið að verða þarna undir lok hans Arsenal ferils. Hann hafi verið byrjaðar að slakna verulega, en það bara eins og maðurinn hafi bara ekki komið nálægt þessari íþrótt. Þetta alveg magnað. Sammála, ótrúlega. Kulnun í starfi, Leon. Já, ég held að hann, já, þeir ættu að hafa allavega nefna á sálfræðingu. Þetta verður Er hann ekki Eflingu? Ég held að hann sé ekki. Það var meina. Hann örugglega mjög góðan texta. Við eins og ég segi, þetta verður stærsti leikur tímabilsins til þess allavega. Við ég veit ekki Þetta stærsti leikur Liverpool, Manchester United fyrir Liverpool bara frá því að ég veit ekki hvenær. Ég held að það hafi aldrei í leikjum þessara liða verið jafn mikið í húfi fyrir Liverpool eins og núna. Og þar með taldir bikarúrslitaleikir. Nákvæmlega, Maggi, hvernig er ekki Liverpool liðið? Þetta farið að segja sér nokkuð sjálft. Heldur til að Milner verði áfram að bekknum þessu leik og hver dettur út á miðjun ef Fabinho kemur inn þar eftir? Það sem er alltaf frábært það að vera að koma með hausverka eins og miðjuna, að vera að koma með Keita í þetta stand og Wijnaldum jafn geggjaðan hann og svo erum við með Fabinho vonandi að koma aftur inn í sína stöðu og Milner ferskur. Er hann með þennan leik í huga til dæmis að tekur Keita út af svona tiltölulega snemma? Mér finnst það er náttúrulega bara ein spurningin sem að maður hefur ekki alveg fengið alveg svör við í þessu öllu það að þeir vildu meina það að Trent væri rauninni kannski svolítið bara ennþá að koma tilbaka, þannig að jafnvel væri upp í möguleika því að hann geti ekki verið með á sunnudag, en það svolítið kemur ljós saman náttúrulega vantanlega því að það að Milner væri á vinstri kantinum hægri bakvörðurinn segi ég, vinstri kantinum ekki lagi, hægri bakvörðurinn, þannig að það getur auðvitað haft breytu, en þessi miðja ef það á að fara taka Pogba-leiknum þá myndi Milner vera fyrstur á blað. Ef þeir velja að fara þess að leið sem Paris gerði að bara vera með mann sem var alltaf nálægt honum og eitthvað, þá væri Milner maðurinn sem myndi treysta í það. En ef menn ætla aftur á móti að spila 4-2-3-1, það er alveg klárt mál að þá er Fabinho að fara að vera með Wijnaldum eða Hendo og þá væntanlega Keita fyrir framan hann. Þannig að ég held að þetta sé bara svolítið spurningin hvað upplegg ætlar að fara með. Mér finnst þessi miðja reyndar í okkur sterkað til þetta, ég treysti þeim öllum til að taka leikmann svona umferð. Það frekar fram á því sem ég er að hafa ágjörna. Já, en ég held að Milner sé akkurat bara, Milner er svona maðurinn sem myndi bara verið í skónum hans Pogba þannig séð og samt geta gert ýmislegt. Þetta geti kannski Hendo gert það, en Wijnaldum og Fabinho finnst mér einhvern veginn svona aðeins öðruvísi típur sem þurfa að fá að vera meira að tekna boltann upp. En miðjan er bara hausverkur sem er frábært og eins og segi Matip og Van Dijk það ekki hafsendarnir þó að ég segi kannski eins og þú að liggur við að Fabinho sé betri hafsendi Matip þá viljum við helst ekki missa hann á miðjunni.
Þannig að þetta verður bara skemmtilegt. Eina sem náttúrulega klárt þessi 3 fremstu held ég. Ég held að við séum ekki að fara að sjá Shaqiri inn á eða Lallana eða hvert sem það sko. En það verður alveg ótrúlega bara gaman að sjá þetta upplegg. Ég hlakka rosa til því að þetta, við getum ekki lítið fram í því. Þannig formliðir, eru búin að síðan að Ole Gunnar Solskjær hefur tók við, þá hafa þeir efstir í þeirri 10 leikja deildartöflu og eru heilmikið að keppa. Þannig að þetta er stórt verkefni og bara vissum það að það hefur að tekna upp einhverja mjög skemmtilega hluti okkar megin sem verður gaman að sjá sundaginn. Það har bara komið að því að ég spá Steini fyrir þetta. Þetta á sunnudaginn, þetta á konudaginn þessi leikur. Það náttúrulega, það eru ekki tilvíðin að setja þetta á konudaginn. Það búið að fresta konudaginum viku. Það þessi leikur og síðan úrslitaleikurinn á milli City og Chelsea sama dag. Þannig að ég held að það sé allt í lagi bara að færa þetta til viku. Ég bara láta ykkur vita af því. Ég er alveg... Ég veit ekki hvað skal segja. Ég er eins og Maggi. Ég hef alveg fulla trú á okkar mönnum, en það er eitthvað... Maður á eftir að verða í ansi svona skrautlegu standi af stressi. Það alveg eins og Maggi hefur komið inn á líka. Ég meina, þeir voru ekkert samfærandi á móti Tottenham og þeir hafa ekkert verið, þó þeir hafa verið bara alveg eins og við höfum ekkert verið samfærandi og við vorum að missa í jafntefli leiki þar sem vorum ekki samfærandi. Þeir hafa verið að vinna leiki þar sem voru ekki alveg samfærandi. Þó svo að það verður ekki tekið af þeim að þeir eru búin að vera frábærir á milli líka. Ég er sammála því við eigum að vera með betra lið. Sóknin okkar á að núlla út þessa vörn þeirra og við aftur komnir með vörðin okkar. Ég held að Keita fari á bekk. Ég held að fari í svona taki svona þeir safe route á þetta og taki þessa reynslubolt og ég held að Milner komi. Ég geti alveg að trúa að Milner og Hendo verði á miðjunni með Wijnaldum. En ég ætla að segja 2-1 Liverpool. Nákvæmlega, Maggi. Já, ég ætla bara, þetta var talan sem ég var búin að velja, ég ætla bara að halda mig við hana, ég ætla að vera sammála Steini, ég held að þetta verði þannig við vinnum en leik 2-1. Ég get ekki sagt, ég sé endilega með trú á þessu sjálfum mér, en ég ætla að segja aftur 3-1 fyrir Liverpool eins og fyrir leiknum. Og sveið mér þá að það verði ekki aftur innkoma bekknum frá Keita eða Shaqiri sem að hristi upp í sig hjá okkur. Mikið djöfull ég að vera stressaði fyrir þessum leik. Ég skal alveg viðurkenna það. En við erum alveg bara góðir í kvöld. Við stefnum bara á því að vera hérna aftur næstu viku eftir þennan leik á móti Manchester og eins og ég segi það bara takk í kvöld.